og svo ætlum við að byrja hér á ríkisfjármálaáætlun og ástandinu á þingi og svona sjá hvað við eigum að gera sem þjóð í því ásigkomulagi sem hagsveiflan hún ekki að fara aðeins niður, áður en vonandi fer upp og hvað á ríkisvaldið að gera í slíkri stöðu þegar að svona ákveðin stöðnun blasir við. Þorsteinn Víglundsson hér kominn, varaformaður Viðreisnar, Óli Björn Kárason, formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og við ætlum að byrja kannski á brag Alþingis. Óli Björn, kannski fyrst þú sem stjórnarliði, bragur Alþingis ekkert sérstakur þessa dagana? Nei, hann nú kannski óvenjuslæmur. Hann nú oft verið, eins og þú þekkir nú sjálfur frá fornu fari, oft verið svona aðdraganda þingloka, þá eru nú skylmingar sem að minnst þú veist almenningur skilur ekki hvað menn eru að gera og af hverju menn standa í einhverju slíku. Það fúlt loft. Já, það ágætt á milli okkar og það ágætt því að við sitjum saman í efnahags- og viðskiptanefnd, ég held að það sé ágættur andi þar og almennt held ég að það sé ágættur andi svona í nefndum þingsins en það sem birtist almenningi og sérstaklega í þessari óskiljanlegri umræðu þriðja orkupakkann setur svona það verður svona ásýnd þingsins minnst með þeim hætti að það ekki hægt að ætlast til þess að almenningur treysti þessari stofnun meira heldur en raun ber vitni. Við erum ekki að afla okkur traust. Nei, þið eru varnarlaus gagnvart málþóf af þessu tagi, Þorsteinn. Já og... Nei. Nei, auðvitað. Það mikið til þess að vinna að bæta ásýnd og traust Alþingis og ég get alveg tekið undir það að svona upp á komur eins og þessi linnulausa umræða þriðja orkupakkann var ekkert þinginu sérstaklega til framdráttar. Þetta er löngu ljóst að mikill meirihluti þings taldi málið útrætt, reiðubúinn að veita því stuðning að það kæmi til atkvæða. Sennilega einhverju 52 þingmenn? Já, hið minnsta, 54 jafnvel sem að því að flokkur fólksins hafði raun og verið lýst því yfir að þá hefði verið andvíg málum að þá hefði það ekkert á móti því að það kæmi til atkvæða. Og ég verð að viðurkenna, kem ég auðvitað nýr inn á þetta þing og manni líður nú svona stundum eins og maður detti inn í eitthvað fyrirfram skrifað leikrit sem að mætti alveg endurskrifa. En það hefur verið einkennandi fyrir þessa lotu núna í vorum, kannski miklu fremur heldur en í fyrra voru, svona ráðaleysi, þetta svona kaotískt, viðræður við meirihlutann hafa verið mjög ómarkvissar, það er að segja að meirihlutin hefur bara einfaldlega ekkert stýrt þeim viðræðum og með sama hætti og meirihlutin í raun og veru gerði raun og veru litla sem enga tilraun til þess að setjast niður með miðflokksmönnum af alvöru og kanna það hvort að það væri einhverju fletir á því að finna lausn á því máli og því erum við fyrir vikið þar sem við erum núna. Ég held andrúmsloft á þingi endurspeglar alltaf virðingu á milli meirihluta og minnihluta og það þetta þannig að minnihluti hefur afskaplega fá úrræði, sérilagi ef minnihluti ekki, ef meirihluti ekki, hvað samstarfshús eða svona reiðubúin að vinna á einhverjum nýjum nótum að þá hafa minnihlutaaðilar engin önnur úrræði heldur en að beita einhverju málþófi eins og Miðflokksmenn beittu í þriðja orkupakkanum. Þetta metmálþóf? Þetta metmálþóf og það væri óskandi að við fyndum einhver önnur og betri meðul í þessu en það þetta svolítið í höndum meirihlutans á hverjum tíma. Ef það er virðing fyrir aðilum, nú þekki ég bara umhverju úr kjarasamningum. Það algjört lykilatriði því að menn þurfa að setjast niður með reglulegu millibili. Það alveg fyrirfram skrifað í skíinu sömu aðilar þurfa að setjast aftur og aftur á samningum. Traust, heiðarleiki í samskiptum, þó svo að átök séu undirliggjandi, skiptir höfuðmáli í þeim efnum. Og það finnst mér bara töluvert vanta upp á þegar ég kem inn á þetta Alþingi og það veldur mér sérstaklega vonbrigðum af því að meirihlutin hefur verið með yfirlýst markmið að efla þingið, auka virðingu fyrir því og þá finnst mér lágmark að reyna þá að undirbyggja svolítið betra traust á milli aðila. Á forseti Alþingis að vera strangari á hann að taka af skari í þessum efnum, það var slegið að útreita af sáttahönd Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra í gær. Meirihlutin varnarlaus gagnvart þessu, Óli?
Nei, sko, áður ég svara þessu, þá ætla ég nú aðeins að, sko, stór hluta vandanum sem þegar að kemur svona þinglokum og menn setjast niður og reyna að semja hvernig skuli standa verki og svo framvegis að þetta, sko, þá tveir deila og þá skulum við hafa það í huga, en það eru ekki tveir að deila, sko, það ekki stjórnarandstaða og stjórnarflokkarnir heldur sundruð stjórnarandstaða með sem kemur sér ekki saman og nei, það að vísu rangt vegna þess að það hefur ekki hnífurinn á milli okkar og þau koma sér í rauninni ekki saman og það verður Þorsteinn að viðurkenna og það hluti af þessu vanda. Svo getum við sem við erum meirihlutann og þetta eigum við einhverja sök og svo framvegis, ég ætla ekki að kenna öllu það, en stjórnarmeirihlutin varnarlaus? Já, þetta snýst ekki einu sinni stjórnarmeirihlutan, þetta snýst yfirgnæfandi meirihluta þings, hann varnarlaus? Svarið auðvitað nei. Katrín farin að tala það að halda þingi jafnvel bara fram í september. Jú, það vegna þess að menn hafa, sko, í 71. grein þingskapalagana ákvæði það að þingforseti geti lagt til að umræðu skuli lokið eftir að hún hafi minnst okkur staðið í 3 klukkutíma, við erum komið pínlítið umfram það þegar það kemur orkupakkanum, eða 9 þingmenn hygg ég, eða 6 þurfa að leggja fram slíka tillögu og þá ber að greiða atkvæði hana umræðulaust og meirihluti ræður. Þannig að þetta verkfæri og þetta tiltækt, en því hefur ekki verið beitt í 70 ár og það þetta mikil ákvörðun að nota slíka aðferð og svona, menn þurfa minnst að hugsa afleiðingarnar af því. Ríkisstjórnar meirihlutin þurfa að hugsa það þó ég gerir nú ráð fyrir að stór hluti af stjórnarandstöðunum minni greiða slíkari tillögu atkvæði, hvaða áhrif þetta hefur bara í framtíðinni vegna þess að ekki verða menn allir í ríkisstjórn alltaf. En þetta líka undirstrikar nauðsyn þess að það fari fram endurskoðun á þingskapalögunum, ég held að það sé alveg ljóst og breytingi sem var gerð hér fyrir 10-15 árum eða svo, hún hefur mistekist. Það að segja að menn styttu þá ræðutíma og en nú geta menn komið endalaust í annari umræðu í rauninni upp í 5 mínútur eins ofta þeir geta og síðan andsvör, en andsvör hafa verið misnotuð líka. Hér eru samflokksmenn að spurja félaga sína, það ekki það sem var hugsað með andsvörum. Þannig að við eigum auðvitað eftir að það sé verið að misnota þingskapalögin eins og það... Já, ég lít þannig, eða sko, nú það þannig að það ekki, forseti ekki skylt að veita andsvör, að gefa heimild til andsvara. Það ekki skylt, honum það heimild. Hann getur þá afnumið þessa heimild, hvenær sem þess vegna hvenær sem í umræðunum. Það hefur ekki verið gert, menn hafa verið nervusir vegna þess að menn auðvitað alltaf að binda vonir það við það að það náist nú svona skynsamleg niðurstaða að lokum og hvenær að lokum ég veit það ekki en ég sallar rólegur sko. Gott og vel. Aðeins bara eina athugasemd við fullyrðinguna að minnihlutin hefði slegið á útrétta sáttahönd. Það hefur kannski verið vandamálið eins og meirihlutin hefur stýrt þessum viðræðum að af hálfu minnihlutans eða þeirra 4 flokkar sem ekki hafa tekið þátt í málþófinu orkupakkann. Byrjaði ekki aðeins á fyrr í málþófi? Nei. Mér fannst það bara. Við leiðum okkur að ræða. Bara fannst það. En það nú eitthvað furðulega hefði alltaf í þinginu að helst þegar mál að fara órættar í gegn en þetta var 3. umræðu mál sem allir voru sammála 3-4 ræður eitthvað mál sem að mörg álit gott og vel en svo við höldum okkur við þessum málaskiptir í þessu. Við höfum verið alveg skýr allan tíman sagt sko við styðjum flest okkar allavega framgang 3. orkupakkans. Við lítum eins og ráða sem viðfangsefni meirihlutans að semja við miðflokkin sem að valda þessu málþófi. Þeirri ábyrgð ekki hægt að varpa yfir okkur. Meirihlutin kvartar voðalega mikið undan því að minnihlutin séu ósamstöður. Við erum 5 flokkar, við völdum ekki að starfa saman í minnihluta,
við erum í minnihluta af því að 3 flokkar völdu að starfa saman. Þessi sömu 3 flokkar myndu reyndar miklu frekar kjósa einfaldara flokkakerfi og þeir væru helst bara 3-4 á þingi. Það er bara ekki raun. Þetta er bara nýr pólitískur veruleiki sem að kannski þá tímabært að þessi ríkisstjórn vakni upp við. En það sem eru auðvitað ófyrirleitið að hálfu forsætisráðherra er að þessi viðleitni að vera sífellt að spyrða okkur saman við þetta mál. Varpa einhvern veginn ábyrgðin að segja að minnihlutin verður að semja við Miðflokkinn orkupakkann, það er bara ekki okkar hlutverk og aftur síðan að taka þá lausn sem við lögðum til þegar ekkert koma hálfu meirihlutans í málinu það að færa þá 3. orkupakkann til sumarþings að þá er það allt í einu farið að þá kemur svoköldu sáttahönd að segja þá tökum við bara öll ágreiningsmál og færum þangað. Þessu bara nei, það hefur ekkert snúist það. Við ætlum að ljúka þessu þingi hér í vor eða sumar, snemmsumar vonandi öll mál en möguleiki að skilja 3. orkupakkann eftir til þá síðan sumar. Þið ætlaði að ljúka öllum málum öðrum en orkupakkanum þeim sem lokið skal. Já, þeim sem lokið skal samkvæmt því sem að þið ákveðið. Jú, það er nefnilega vandinn Þorsteinn að sko það er ekki nóg að ná einhverju samkomulagi 3. orkupakkann ef að síðan er ekki hægt að semja við hinn hluta stjórnarandstöðunum framgang annarra mála og við horfum fram á hugsanleg málþóf og hótanir málþóf í öðrum málum. Þannig að þetta hangir auðvitað saman og það er auðvitað rangjöður. Þorsteinn, þú ert eldri 2 veitra. Við höfum bara sagt það er ekki verið að það er að hleypa umdeildum málum órættinni. Þetta hangir allt saman. Það er, menn verða að ná sameiginlega í þinginu, niðurstöðum framgang mála núna, til menn ætla annað borð að ljúka þinginu á skynsamlegum tíma með sómasamlegum hætti. Ef að það er ekki hægt, þá halda mig bara áfram. Gott vel, drengir, ég ætla að skera hér niður þennan málaflokk. Þetta var svo skemmtilegt. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ríkisfjármálaáætlunin sætir gagnrýni meðal annars að þinni hálfu. Þú ert mjög gagnrýnin á fjármálaráðherra þessi daginn og hefur farið mikinn þar. Sko, hvað finnst þér helst að? Já, sko, það sem er auðvitað morgunljóst þegar við fórum í gegnum lærdóminn af hruninu að þá var meðal annars einn af svona lykilþáttunum þar var sko og er óumdeilt ríkisfjármál á Íslandi hafa alltaf verið þenslu aukandi. Það hefur verið að auka verulega í ríkisútgjöldin á tímum efnahagsuppgangs og svo þverrur féð í raun og veru þegar dregur saman og þá þarf raun og veru að fara líka að beita aðhaldi í ríkisfjármálum og nú er allt í einu, við fórum í gegnum mikla vinnu eða þingið, endurskoðaði lögum opinber fjármál, samtidig ný lögum opinber fjármál þar sem átt að setja ríkisfjármálum miklu fastari skorður en þegar við gerum upp núna þetta hagvaxtarskeið það verður nákvæmlega sömu mistökin verið gerð. Hafa stjórnvöld verið að útgjaldafyllir á vitlausu tíma? Að fullkomnu útgjaldafyllir og raun og veru heldur meira útgjaldafyllir núna heldur en á fyrri hagvaxtarskeiðum ef við tölum bara um árlega aukningu ríkisútgjalda á föstu verðlagi. Það þykir mér mjög gagnrýnivert og mér þykir eiginlega enn gagnrýniverðara þegar ríkisstjórn stendur síðan í þeim sporum sem hún stendur í núna, ég getur við sagt keisari án klæða og er að reyna að lýsa þessu sem einhverju stórkostlegu efnahagslegu afreki. Við erum að horfa bara nákvæmlega sömu atburðarás og var á hagvaxtarskeiðinu 95-2000, á hagvaxtarskeiðinu 2004-2008 og svo aftur núna við getum talið svona frá 2011 til dagsins í dag sem er mjög langt samfellt og gott hagvaxtarskeið. Í lok hagvaxtarskeiðsins hefur staðan alltaf verið mjög svipuð. Útgjöld hafa aukist alveg gríðarlega mikið en vissulega hefur fjárhagsleg staða ríkissjóðs verið nokkuð sterk. Við lærum ekkert. En við virðumst ekkert læra neitt og núna erum við að koma inn í nákvæmlega sömu stöðu. Ég fullyrði að við erum enn að vinna með of bjartsýnar forsendur varðandi efnahagsspár næstu 2 ára og það er reyndar undirstrikað af öðrum aðilum heldur en Hagstofu, bæði Arion banki og Íslandsbanki hafa komið með heldur svartsýnni spár, raunar Seðlabankinn að þessu leyti líka og það er full ástæða til að sýna mikla varkárni núna í ríkisfjármálunum en stjórnin virðist ætla að gera tilraun til þess að stinga höfðin í sandinn allavega 1 ár til viðbótar og halda áfram með töluverða útgjaldaaukningu í grunnrekstri ríkisins en tala það eins og það sé einhver stórkostlegt átaki innviðauppbyggingu þá erum við bara að horfa
í fjármálaáætlun sem liggur fyrir núna þinginu verið að auka ríkisútgjöld á næstu árum með 200 milljarða, þar af 15 milljarða aukning í innviðuuppbyggingu, 185 milljarða aukning í grunnrekstri ríkissjóðs. Þetta er ekki sjálfbær ríkisfjármál og við munum lenda í mjög miklum tiltektar vanda eftir þessa ríkisstjórn ef ekki verður gripið inn í hér. Gott vel, sko Óli Björn, þú skrifar hér í Morgunblaðið eins og stundum áður grein í gær sem ég las alla mér til skemmtunarleiku við vegna þess að þú rökstuðir þitt mál vel, bjartsýni eða bölmóður og það eru fleiri þú sem taka undir að við erum vel í stakk búin til að takast á við ákveðna stöðnun, niðursveiflu, ríkissjóður stendur sig vel hvað skuldir varðar, heimilin líka, fyrirtækin jafnvel, þannig að það er öðruvís sviðsmynd sem blasir við okkur núna heldur en fyrir 10 árum. Er þessi maður við hliðina þér allt á svartsýn? Er þetta bölmóður í hann? Ég hef nú stundu spurt félaga Þorstein að því hvort að glasið sé alltaf hálft tómt hjá honum. Það er mjög bjartsýnn raunveig maður. Já, nei, sko ég hef sömuleyti sko pínlítið gaman að hlusta á gagnrýna sem að ég held að eigi að hluta til minnst ákvæmstu við rökkastiðjast. Þú getur tekið undir þann part af því að sko að útgjaldafyllirið sem kannski stafar af því að þið eru í samstarfi við Vinstri græna. Þess vegna sem ég hef aldrei gaman að því að hlusta á hann. Já. Vegna þess að ég stóð og gagnrýndi einmitt ríkisstjórn Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar framtíðar fyrir að ætla að auka útgjöld of mikið á tíma fjármálaáætlunar sem að þá var lagð fram og þá satt Þorsteinn Víglundsson í ríkisstjórnarborði og ráðherra. Það var ekki hlusta mikið á það, þannig að ég hef verið minnst ákvæmstu konsekvens. Hlustið ekki hvort annan? Jú, og eigum mjög fínt samstarf yfirleitt, við þurfum ekki alltaf að vera sammála og það er líka svo leiðilegt að við erum sammála. En sko, það að gagnrýna ríkisfjármálun út frá því að við höfum aukið útgjöldin of mikið á undanförnum árum er réttmætt gagnrýni í mínum hugum. Ég held að við höfum gengið of langt og ég hef ítrekað varað við því að það hefði verið gert. Ég hefði haldið að það hefði verið betra að svona uppsveiflan hefði verið nýtt með öðrum hætti og svo verðum við líka hins vegar að átta okkur á í hverju liggur þessi útgjaldaaukning. Hún liggur auðvitað töluvert í heilbrigðiskerfinu, hún liggur á stórum hluta í almannatryggingakerfinu og svo framvegis. Þannig að það má réttlæta slíka útgjaldaaukningu alveg örugglega, en það er líka alveg ljóst að við þingmenn og minnst að við sem höfum verið í stjórnarmeirihluta á þessum árum og Þorsteinn að hluta til, við höfum ekki gætt nægilega vel að því þegar að tekin ákvörðun það að auka útgjöld til dæmis til Landspítala Íslands 5 milljarða eitt ári að spyrja, heyrðu, hvað erum við að fá? Er það alveg öruggt að þú sjónusta sem að Landspítalinn ætlar að veita verði 5.000 milljónum betri heldur en áður? Erum við að leysa vanda fólks? Erum við að stytta biðlista og svo framvegis? Og þetta á ekki bara við Landspítala þó ég nefni hans í dæmi og má ekki miskilja mig. Og ég held að það sé akkurat núna og ég líti á það sem tækifæri ef að menn hafa svona ef við orðaða pólitískan kjark til að fara einmitt að skoða rekstur ríkisins í þessari niðursveiflu og gera auknar kröfur til forráðamanna ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja hagkvæmari rekstur og betri þjónustu. En við eigum líka að fara að skoða eignasafn ríkisins og ég held að það séu tækifæri í því akkurat núna að fara að losa eignir ríkisins og umbreyta þeim í aðra samfélagslega innviði, í vegi, í heilbrigðisstofnanir, í skóla og svo framvegis. Og þessi umræða því miður, hún kemst ofta á dagskrá á milli mín og Þorstein sko. En það eru kannski ekki hjá því miður meirihluta þingsins. En þú slær fleiri keilur með sko útgjaldahækkun í pólitík. Já, en ég auðvitað líka sko held að við getum líka hort til þess að það á líka að slaka á klónni sko. Það er auðvitað vítamínsbrauta inn í atvinnulífið að lækka tryggingagjald. Það er vítamínsbrauta til einstaklinga að lækka tekjuskatt á einstaklinga og svo framvegis og það er skynsamlegt í niðursveiflu. Það er óskynsamlegt
að hækka skatta þegar að við erum að sigla inn í ölduna. Þorsteinn, hvað eigum að gera núna? Sko, Íslandsbanki spáir því að það verði svona 0,7% samdráttur á þessu ári pluss eða mínus 15% fækkun á ferðamönnum. Við erum að fara inn í ákveðið ástand sem við þekkjum svo sem en forsendurnar eru mjög breyttar, engar síður, það er meiri innistað á öllum sviðum. Á ríkið að gefa í núna? Vegna þess að þú segir að það er ekki að gefa í þegar að uppsveiflan en á það þvert á móti að gefa í núna þegar að við blasir samdráttur svona þvert yfir atvinnulífið. Alveg augljóslega og ég held að við Óli Björn séum alveg hjartanlega sammála þar að það væri til dæmis mjög ákjómsvert að ríkissjóður hefði núna svigrúm til þess að slaka á klónu og lækka skatta. Það er súrefni inn í atvinnulífið ef það er hægt að lækka tryggingagjald við þessar kringumstæður. Bankaskatturinn hefur verið hér til umræðu, það gleymist oft með þennan bankaskatt. Við erum að greiða hann bara sem ántekundur í bankakerfinu. Þannig að það hefur verið bara í nýlegri skýrslu eða hvítbók fjármálakerfið þá bara sýnt með mjög skýrum hætti að við erum með minnstakosti 0,5% vaxta álag hér út af opinberum álögum í raun og veru á kerfið. Og það verður þá rakið að slaka á þeirri kló. Fara í innviðauppbyggingu? Fara í innviðauppbyggingu alveg augljóslega og það er það sem að við þurfum alltaf að horfa til í ríkisrekstrinum að segja að miðað við skattstig okkar er þá grunnrekstur ríkissjóðs sjálfbær til lengri tíma. Það er það sem skiptir máli. Auðvitað förum við gegnum sveiflur og við getum alveg þolað það. Ríkissjóð stendur ágætlega, það er ekkert athugavert við það að við séum með 0 rekstur eða jafnvel minni háttar halla í 1-2 ár. Það er ekki mitt áhuggefni. Ég hef áhyggjur af því til lengri tíma litið ef við höldum áfram sömu braut, þá verður hér óhjákvæmilegt að hækka skatta til þess að fjármagna grunnreksturinn og allt og lítið svigrúm til þess að fara í myndarlega innviðauppbyggingu akkurat á þeim tímapunkti sem að bæði hentar hagkerfinu og hentar ríkissjóði líka mjög vel. Þegar núna fást góðir samningar á mörkuðum miklu frekar heldur en þeir eru að framkvæma í hápunkti. Þetta er vandamálið og við erum alltaf að glíma við það sama í íslenska hagkerfinu. Við erum með eitt sveiflukendasta hagkerfi hins vestræna heims og ríkissjóður hefur alltaf magnað sveifluna frekar heldur en jafnaðana og það er það sem við myndum vilja sjá miklu skýrari merki En mér langaði hins vegar að því að Óli Björn kom inn á annan punkt líka sem ég er algjörlega sammála með og ég held að við verðum að fara að setjast yfir. Það er heilbrigðiskerfið okkar sem við höfum öll verið sammála mikilvægi þess að styrkja heilbrigðiskerfið, takast á við þær áskoranir sem þar eru. Við erum með biðlista á ýmsum sviðum, við erum með fráflæðisvanda á Landspítalanum, þjóðin er að eldast og það er alveg augljósar áskoranir þar framöndan. Vandinn við hvernig við stýrum ríkisfjármálunum við erum ekki með neina árangursmælikvarða. Við höfum aukið útgjöld til heilbrigðismála núna 10 milljarða á fáeinum árum. Við höfum ekkert í höndunum til dæmis í fjárlaganefnd það að hverju er stefnt eða hvað erum við að fá fyrir. Og þegar maður skoðar til dæmis tölfræði landlæknis fjölda aðgerða, fjölda á biðlista, til dæmis fjölda útskrifta á Landspítala og svo framvegis, þá er engin augljós merki þar að þetta fjármagn hafi farið einhvern veginn til þess að auka afköst heilbrigðiskerfisins okkar. Og það hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir okkur. Mæta vandanum. Óli Björn, að lokum, erum við ekki með all tæki í höndunum til að taka á móti þessum hugsanlega samdrætti núna? Jú. Og heldur við notum þessi tæki? Er pólitískt þóttið? Já, ég er algjörlega samfærður það og Þorsteinn hjálpar okkur bara við það verkefni. Sko, menn geta auðvitað nálgast verkefnið og séð vandan og sjá þar leiðandi ekki lausnirnar. Það er engin katastrófa framöndan. Það er hins vegar niðursveifla og þess vegna var svo nauðsynlegt og skynsamlegt af fjármálaráðherra að leggja fram endurskoðaða fjármálastefnu með tilliti til vegna að þetta er engin smá breyting sem verður á sér stað frá því 2017 þegar að tuga milljarða. Já, ég meina og líka hagvaxtar horfurnar fara úr 2,6 niður í mínus 0,2 og í rauninni jafnvel enn neðar fer eftir við hvað hagfræðing menn miða en svo er þetta líka þannig að ég veit það bara gamalli reynslu að hagfræðingur sem spái niðursveiflu hefur á lokum alltaf rétt fyrir sér en ég spái því að þetta verður mjög skammvinnt. Það eru allar forsendur til þess að þetta verði árið þar sem slakinn myndast, það verður örlítill samdráttur en þegar á næsta ári munið þetta breytast verulega. Bestu þakkir fyrir komuna Óli Björn Kárason og Þorsteinn Víglundsson, vinnufélagar af Alþingi við Austurvöll. Við vonum að ykkur farnist vel fram í septembermánuð. Við höfum skemmt okkur ágætlega saman.
Við fáum hér nýjan forstjóra Íslandspost sem ætlar að taka til hendinni. Hann heitir Birgir Jónsson, er góður á trommur og sest hjá góðum fjölmiðlamanni hér innan skamms, Bjartmari Alexandersinni.